Ég sagði lítur ekki blúti eins og aumingi og lyktar eins og aumingi. Hvað sagður þetta? Erum við byrjaðir eða? Já, þetta Já, ég segir það eftir þátt. Við þurfum ekki að bípa fleira hérna. Nei, við erum búin að tæpa nokkur sinnum, búin að vera í baktali og svona áður en að hann allt er í gang. Svo fórum við bara út á bakvið og föðmuðumst og þetta var allt búið eftir það sko. Ég heyri það að gera hlustendur, það eru allir vinir hér í Seðlabanka Kópavogs. Ég lög engu með lyktina. Það eru Addi og Iti sem að elsi ykkur. Það var engu logi með lyktina. Fagra föstudag, sko, Iti, það er risa föstudagur í dag. Já. Svaka leikir í dag á EM. Já, býtu. Já, ertu ekki að fylgjast með? Jú. Spát, Þýskaland og Portugal, Frakkland. Já, eigum að betta. Það er bara veisla framöndan. Nei, ég ger ekki svoleiðis. Ok. Ég bet ekki. Ég sitt á Þýskaland og Portugal. Ok. Spáðunni eru búin að vera bestir að því sem ég séð. Já. En þjóðverjar eru þjóðverjar. Þú verður bara að eiga það við þig. Já. Marta er leiðilegast fólki sem ég hef kynst á öfni. Það eru þjóðverjar. Já, eru það Og þú veist, þeir eru bara mætti til að skemma gleðina. Þetta er þess að sangríu. Já. Heltin í holræsið. Já. Það er björ. Já. Það er Carlsberg í dag. Svo er það nágranna þeirra, Danmörk. Já. Þeir taka Carlsberg. Hvað dettur í hug þegar ég segi Danmörk? Eitt fyrir mig, eitt fyrir þig. Eitt fyrir þig. Aldrei einn. Nei. Alltaf tveir. Alltaf tveir. Carlsberg. Já. Ekki svíka feður ykkar. Bjóðum upp á bjór. Já. Ekki verða Carlsberg. Ekki svíka feður. Já, einmitt. Já, og því að sveik föður sinn. Já, einmitt. Mögnu saga reyndar sko. Já. Þú þarf þeirlega að fara svona að rifja hana upp. Já. Við tækifæri. Já, það var þannig að þeir eru stattir í kirkjugarði í Óðense. Var það þannig? Nei, ég segi svona. Þannig, kannski seinna, en þeir eru það Carlsberg 0,0% að sjálfsögðu. Já. Eitt fyrir mig, eitt fyrir þig. Fæst á Jómfrúnni, sem að náttúrulega líka dönskæði auðvitað. Já. Jómfrúin. Það er hægt að vera með fast borð. Ég veit ekki hvort að Jakob ráði við þennan mánuð með okkur. Hann er að fara að fá svo svakaleg sjátt hérna í næstu þáttu. Já, það er. Ég held að hann byggði okkur bara strákar, ekki segja hvað er með frábæra matseðil, ekki tala um að það sé hægt að byrja að bóka fyrir jólin, ekki segja frá jazzinum. Það er alltaf stórskota lið. Það gæti verið of mikið. Maður sér þetta oft með fræga fólkið sem bara svona kann að kúpla sig út, kemur allstar, bara komið í podcastviðtölin, bylgina, bítið, bara plugga einhverju pítsu, svo bara hverfur það. Ég held að Jakob sé í þeim gírun núna, bara strákar, ekki tala um Jómfrúna í þessu þætti. Það verður nóg í júli. Það er hægt að bóka jólaborðin. Það er vissulega komið í júli. Carlsbergin er á krananum. Þú tekur 2. Hann fær ekki meira, ekki þessu það. Við getum það ekki. Ég verða samt að minnast á sumarjassin sem er núna morgun. Hann vill ekki meira sko. Katrín Legard, Quintet, takk fyrir. Og ég held að sé nú spáð ákveðs veðri á morgun. Er ég að bylla? Sól og 15 gráður, ég sé ekki betur. Þannig að ég held að það sé ekki seinna vænna. Ef einhver dagur í sumar þá er það morgun á Jómfrúnni, þökkum þau kærlega fyrir. Herðu einhver apparatus, þau vilja að þú vitir að þú skiptir máli. Já. Þetta voru fleygor sem þú kastaði fram hérna daginn. Þetta er bara þess að segja, við viljum að við vitum að þú vitir hvað þú skiptir máli. Það er ekki ganga svo langt að segja að þetta séu verðandi slagorð fyrirtækisins en á svo sannlega við vegna þess að þarna er einmitt hér er sko, það er hátt þjónustig og góð eftirfylgni af öllum verkefnum sem þú fer á stað með þeim, þannig að það skiptir náttúrulega öllu máli. Þetta er alhliða þjónusta í appgerðinni og eða þú ert með hugmynd kærlustandi að einhverju appi, heyrðu þá í apparatus, farið hönnunarsprettt, þetta er heil vika. Já, og það sem hugmyndin er bara mótuð frá að til að. Það er betra að byrja með þeim í verkefninu. Eða úr hálfnaður, það er allt í lagi. Þau bjarga þér. Já, ég myndi helst bara að byrja með þeim. Getur komið inn á öllum stöðum. Þau vilja að við vitum að þú skiptir máli. Þau vilja að þú vitir að þú skiptir máli. Já, við viljum að þú vitir. Þökkum apparatus kærlega fyrir Yngvi. Ég vil líka koma inn á Síman Pay. Já. Því að það er stórfréttir þaðan, það er sumarleikur. Komdu með eitthvað gott. Það er sumarleikur, hvað sett á bingo players eða eitthvað, komdu með eitthvað lag. Sumarleikur léttkortins, þetta eru einstaklingskortin frá Síman Pay. Og þau eru að fara að gefa 1.000.000 Icelandair-punta. Það er að segja allir sem eru með Icelandair-puntasöfnun bara virka á kortinu. Þau eru sjálfkrafa skráð í leikinn og það er hver færsla sem þú straujar, hún telur bara sem ein skráning í pottin. Þannig að þú sér það á Síman Pay kortunum. Já. Er Icelandair komið þangað? Já, það er Icelandair. Það geggja. Mér líður eins og þingmanni. Þannig að núna getur maður að strauja kortið og þú fær punktana persónulega. Bara eins og alþingismenn. Já, þetta er samt einstaklingskortin sem ég er að tala um. Ríkisstarfsmenn og svona. Ég er ekki að tala um fyrirtækjakortin, ég er að tala um einstaklingskortin. Já. Þannig að þau ljóta að plugga hitt líka. Já, en það verður dregið í lok sumars. Það er verðt að láta fólk vita af þessu. Þetta eru 1.000.000 punktar í velun. Síman Pay, við erum öll alþingismenn.
Hvað segirðu? Bara þú veist, geta fengið punktana. Það geta ekki allir fengið punktana, en allir þingmenn fá punta. En svo líka bara fínt að minnast á það að léttkortið, það ekkert gengisálag þar. Líklega eina kreditkortið á landinu sem býður upp á ekkert gengisálag. Það? Ég ætla eiginlega bara að staðfesta það. Já, ok. Eina kreditkortið. Langaði að klappa það kom Símanum Pay kærlega fyrir samstarfið og þá held ég að sé ekkert annað úr vegi en að hefja þennan þátt. Hvernig í dag fá ekki ferðasögu? Ég nú í Facebook-hópnum fráfluttir hotfyrringar. Býtu nú við ferðas, jú. Elmar, verðfangur, hann þar. Býtu, bjóstu á Hortnafirði? Nei, ég með það fettis í lífinu að ég inn í öllum hverfagrúppum á landinu. Úf, hvað það slappt hobbymaður. Nei, þarna finnur þú veist, þetta eitthvað sem að starfsmenn Ríkisútvarpsins ætti að vera að gera. Þarna veistu nákvæmlega hvað að gerast á hverju einasta blett. Já, við urðum vör við þína veru á Hortnafirði. Já, það var nú ekki mikil ferðasaga hjá mér. Ég held ég hafi sett eina færslu á Instagram eða svo í story. Það ekki ástæðulausu að þú eru aldrei farið austar um Hortnafjörð. Ég held þú myndir ekki gefa það. Ég hef ekki ennþá farið austar. Ég veit það. Og þú veist, þarna Egilsstaðir til Hafnar eftir, sko. Já. En allar ekki að leiðrétta þetta með hennar páfagauk. Hvað er þetta búin að kokka upp núna? Nei, þetta var í grúppunni að þú hafur aflífað páfagauk hérna. Shit, gott bilaður. Hvar færðu þessar pælingar? Fráfluttir hotfyrringar, Facebook-hópnum. Já, ég mætti á Hortnafjörð og aflífaði páfagauk. Nei, ég að djóka. En tóknaði ekki? Var það ekki? Sagði ekki? Tóknaði í bibbanum? Aksjón mann. Er þetta á þetta bara að vera svona? Ég veit það ekki. Nóg komið. Ég er sko farin að halda þessir hérna. Þú veist, þú situr og þú skrifar þetta hjá þér fyrir þáttinn. Hvað er að þér? Elmar sendi mér þetta. Hann sá þetta í hópnum. Þetta fór fram hjá mér. Þetta með páfagaukinn ekki fallegt, en þetta er ekki satt. Nei, þetta er ekki satt. Það var bara ósköp indælt þarna. Ég tók 3 nætur bara í góðu yfirlæti. Höfðingjar heim að sækja. Og þetta er ekkert sérstaklega heppið með veður þarna, þetta er skítapleys. En lúsmíið, það er komið þangað, það er nokkuð ljóst. Skítapleys eða sumir, sko. Nei, ég myndi nú aldrei segja það. Nei, ég ætla að gista þarna á leiðinni austur næstu viku, þannig að ég get ekki beðið og ég ætla að forðast þessa páfagauka sem þú jarðaðir þarna á Hortnafirði. En hvað erum við með í dag? Að efni dagsins, ég er náttúrulega sem og áður bara með fréttir vikunar. Þetta er svona mest megnis innlent, ef ekki allt. Ert þú með eitthvað erlent eða? Nei, ég held að það sé allt innlent hérna. Þetta eru svona kannski fleiri fréttir en færri og styttri. Mér langaði bara að koma aðeins inn á það áður en þú fyrir þessar fréttir. Segja frá því, júlí er gengin í garð. Pingjan, júlí, við ætlum að vera með mini-series alternative investments. Önnur verður þáttur þar sem við tölum fjárfestingar listaverkum, valverkum og fáum til okkar góða mann, ef ekki bara hendaði fram Sigurður Sævar og hann er náttúrulega það sem að gera hann uník listamann er að hann titla sig sem framkvæmdastjóra í EHF-inu, listamaður EHF, en hann er náttúrulega frábær málari líka og lærður hérna útskrifaður held ég í Hollandi, ekki? Jú, Den Haag, já, hann segir okkur meira frá því og svo erum við með, og ég ætla aðeins að tísa það í þættinum í dag fáum til okkar mann til að ræða kampavín, fjárfestingar í kampavíni, rauðvinni og fleiri eftir hvað, 3 vikur. Viljum við ekki nafngreina hann eða? Jú, það er Stefán Einar. Getur það góð þáttur. Sennilega fróðasti maður landsins kampavín. Já, og áður en þessi míniserja fyrir gang, þá er næsti þáttur eftir næstu viku, í næstu viku, við talum við Vigni Bolla sem á Líf Kíró og ég held að það ætti enginn sem hefur áhuga á rekstri að láta þann þátt fram hjá sig fara. Alls ekki, þetta er bara stórbrotin þáttur og við segjum sjálfur frá. Já, og þetta snýst ekki það hvernig þú hnykkir ökla eða hné. Nei, þetta var minna líffræðina, anatómíuna, þetta var meira reksturinn. Meira rekstur og bara markmið og fleira í rekstri sem að... Ég held að engum grunni hvað liggi þarna baki. Nei. En þið heyrið það allt í næstu viku, kæru hlustendur, við ætlum að byrja... Þetta er eitt sem pirrar mig, og þú erum búin að taka upp viðtalið við Vigni, að við höfum ekki náða að koma því á honum að það vantar einhvern svona lási hnykkjar á Íslandi, sem er að fá inn til sín fólk alveg með ömulega holningu, hendir á þau mæk og er að braki þeim, hefur ekki séð þetta úti? Jó, eða bara svona ASMR-pælingin úti. Já, ég hef ekki séð neitt verið að gera þetta hérna á Íslandi.
bara fyrir að draga inn eitthvað fólk að götunni sem allir getur gengið og svona nikkið allt til þú veist, þetta fárálega svona fullnægjandi vídeo sko maður alveg bara hann fer í það næst held ég við þurfum að minna hann á það herði, við ætlum að byrja frískandi frétt hérna beint úr efsta litinu nú RÚV að tapa 190 milljónum á fyrsta fjórðungi það er ekkert sem stoppar þá það er ekki neitt það er alveg ótrúlegt hvernig þetta heldur áfram það er enda talað 190 milljónur á tímabilinu janúar til apríl glöggir átt að segja á því að það er svo kallar ársþriðjungur þannig að það er spurning hvort að fyrirsögnin hérna hjá viðskiptablaðinu sé vitlaus fyrstu 4 mánuðir ársins ég sé ekki betur, það er talað ársfjórðung ég hef bara, þú veist, hef aldrei talað ársþriðjung en þú veist, þetta eru 4 mánuðir sem er vissulega þriðjungur úr ári en þú veist, svo er bara alls konar bara eitthvað bull í þessari frétt og ég nenni ekki að lesa ég bara nenni ekki Er það við, blaðamanni eða RÚV að sagast? Það er eitthvað að hætta útsendingu til sjófarenda hvað orðið það? Ég þekki Er það nýja svona ókynjaða sjómaður? Það átti að vera fiskari já en þetta er sjófari ok allana jú, þú veist, þetta lítur að vera einhver partur á þessu áróðus öll og þetta dót hann að hjá RÚV Viðskiptablaðinu alltaf taka þátt í því öll eru maður ársins Þú heyri Sigga Gunn Hvað? Láta hann leiðrétta þetta Þau eru alltaf taka því Er ekki verið að tala líka kaupskipin og eitthvað Er það ekki sjófarendur? Er þetta allt sjómenn? Þetta ekki bara, þú veist Það ekki Nei, herru, bara við segjum nóg okkur hérna kynjaða leiðréttingu Segjum þetta bara nóg í bili Svo er náttúrulega Er það ekki gottkyn@pingjan.is? Hvað séru? Er ekki sendt alltaf tölvupóst á gottkyn@pingjan.is Fyrir svona leiðréttinga varandi Jú, endilega senda á gottkyn Beint í spam Við erum að eða 6.000 kall á mánuði í það hérna Hvað heitir þetta? Ekki lén heldur hérna Já, það er pósthólf Pósthólf, mailtengingu Þá hýsingu gottkyn@pingjan.is Takk fyrir það, heyrði, það voru líka góðar fréttir hérna síðasta föstudag við tókum þáttinn upp áður en þessar fréttir komu það virðist vera sem að verðbólga sé að trenda niður á við 5,8% verðbólga í júní 0,48% hækkun á vísitölu neysluvers sem þýðir fyrir fólk með 50 milljón krónar lán að verðtryggði höfuðstóllinn er að hækka 250.000 krónur bara svona til að kasta þið fram í þetta og það er sko hæsta ársbreyting af þessum helstu flokkum er á húsnæði hitt og rafmagn 11,2% takk fyrir virðist vera svona draga þetta áfram svo er svona póstur og sími alltaf, hann lækkar alltaf ég held að þetta er eina sem stuðlar að verðhjöðnun í þessu landi það er fjarskiptin sko ég held að fólk átti sig ekki á því hvað hitt og rafmagn er að vera dýrt sérstaklega á landi í köldum svæðum sko. Þetta er bara húshitun í einbýlishúsum á mörgum stöðum á Austfjörðum þetta er bara 40-50 skall á mánuði er það? Ég borga inn á því 3.000 skall hérna í bænum og þetta er búið að hækka og eitt gall í þessu er náttúrulega að vera með hérna dreifingin, það er bara kostnaður sem mun aldrei lækka held ég en hann er einhvern veginn, hann eða hún í hérna beintengt við rafmagni sjálft sko reikningin áhugaður mólið þarna þá getur það kannski lækka, ég veit það ekki við hendum sprettur á þetta sjálfsögðu en hérna þetta er svona í takt við spár helstu greiningaraðala þannig að þetta er bara, þú veist, þetta lítur vel út við erum komið niður í, eins og ég segi 5,8 hvað var, erum við ekki að fara niður fyrir 6% í fyrsta sinn nei, við náttúrulega, maður sjá jú, við erum að fara niður fyrir 6% frá því í janúar 2022 þannig að það eru gleðifréttir svo eru sko nú eru 2023 ársynningarnir náttúrulega farnir að berast klóðvolgir úr prentvélunum þessa dagana og mér langaði svona, þú veist, að komu fréttir inn í vikunni ég svona sankaði þeim að mér yfir vikuna
svona dreipa á þessum dreipa á þessum áhugaversta hérna sko Dressmann, Yngvi, þeir eru nú ekki dauður úr öllum aðum. Nei. 835 miljón króna velta. Ég hef aldrei, já, sorry. Og 124 miljónir í hreinan hagnað. Já. 107 miljónur ári áður, þetta virðist vera bara peningavél. Við sváum á þessu. Já, akkur tókum við alltaf Dressmann. Líka annað. Segi það. Eru þeir independent hér á landi? Talandi þjóðir hérna? Já, er þetta ekki, þú veist, er þetta ekki bara hérna... Vá, ég hefði bara þórað að veðja... Er þetta ekki bara sérleifi eða? Sérleifi, já, meinar. Hver á þetta? Kottu með eitthvað svona smá skúp? Sko, Dressmann á Íslandi. Ég var nú reyndar ekki að skrá það hjá mér, en ættu nú að geta hérna, Dressmann á Íslandi EHF. Sko, nei, þetta er erlent eignarhald, sýnist mér á öllu. Já, manna. Þetta er væntanlega sko eigu einhvers hérna. Þetta eru nossarar. Já. Já. Petter Warner, Jóakim Warner og Stein Marius Warner. Já, Dressmann AS Norway. Skemmtilegt. Þannig að hérna það er í fullri eigu norsara. Já, fjallabarnir. Fjallapenn. Herðu, svo nú annað hérna í þessu. Herðu, ég verða að henda þig fram. Ef einhver að koma frá Noregi þegar hann hlusta á þennan þátt, en please að kaupa fyrir mig lompur og ég skal borga ykkur. Ég verða að flytja lompur frá Noregi. Bara þeir vita sem vita. Ef einhver sem við þekkjum í Oslo, Stavanger, Köpen eða annað, kemst út í búð að kaupa fyrir mig lomper, látum við vita. Ég borga 2x verð ef það verður komið fyrir laugardag. Lomper, soft potato flatbreads. Já, þeir borða pulsur í lomper. Er þetta svona hérna... Þetta er staðan fyrir pulsubröð. Er þetta eitthvað lembasbröð eða? Já, heyrðu, setja menn pulsur onni í þetta? Já, nossarinn alveg óður í þetta. Þegar bjóði í Noregi, þá lærði maður að geta lompur. Já, skemmtilegt. Var ég ekki búinn að tala um eitthvað? Ég var alltaf með hátíð sem ég hef lompan fyrir jólum. Alveg örugglega, þú hefur sagt svo mikið sem að ég hef bara ekki hugmynd og þá er maður bara fljótur að gleyma sko. Já, það er rétt. En fjallabar, því gleymi ég ekki. Nei. En svo hérna kom mér eitt á óvart. Sparrow er að selja pizzur fyrir eða sem sagt, ekki alveg rétt að segja pizzur því það er meira á matseðlunum, fyrir 1,4 milljarða. Já. 1,4 milljarða. Ég bara var smá búinn að gleyma að þessi staði væri til. Ég ætla að segja, þetta kemur ekki óvart. Nei, þessi svo áttæði mig á því eignarhaldið á þessu. Nú, býtu hvað það? Þetta er náttúrulega undir Hás og Skel. Já. Heimkaup og hérna, þannig að mér finnst þetta ekkert skrítið. Já, ég var nú reyndar ekki með þá tengingu. Ég var alveg bara location á þeim. Það segir inn í shoppum og hérna í Smáralindin og fleira. Já, gott ef ekki í Kringlunni. Þannig að eru þau ekki Kúmen líka? Jú, Smáralind, Kúmen. Gott ef ekki, látt sér fara þangað. En það er alltaf nóg að gera þarna þegar maður langt framjá. Slæsa er einhvern veginn alltaf. Já, en þú veist bara valkostur. Bara þetta gerir þetta sennilega næststærsta pizzastaða landsins. Er það? Býttu nú Þegar við höfum verið að velta þessu fyrir okkur áður. Ég held að við höfum aldrei tekið Sparrow inn í jöfnuna sko. Dóri Domingos, það er 5 hjartar. Já, Domingos er náttúrulega kóngurinn sko. En pizza Pizzan sko. Pizzan EHF 1,3, þeir eru minni. Wow. Reynda 2022. Þetta eru fréttir. 2022, það er ekki komið 2023 ársreiningur en Sparrow ársreiningurinn er vissulega 2023. Það er Þannig að hérna, þú veist, þetta er svona, hvað segir maður? Þetta er óvænt dagsins. Svona, takk. Já, takk. En eins og ég segi, allt í eigu Wow, Hás og Skel, þetta gerist þegar Heimkaup keypti orkuna sem að Þetta er svona bara eins og, nei, ég næði þess ekki. Ég fór bara að hugsa sko, eins og ef Hás og Skel væri bara eins og ein pizza, þá voru þeir bara eins og ein slæsa, ein af 16. Já, algjörlega. Þetta er svona þannig. En þú veist högnuðust 48 milljónir líka, sem er bara nokkuð vel. Já, en þetta er ekki með hagnaði líka. Já. Okay. Það er nefnilega ekki sjálfsagt í hérna veitingageranum. Nei, ég skal vera samanlega það. Herðu, svo er hérna Sjávarsýn, eignarhaldsfélag Bjarna Ármanns, hagnaðist 1,2 milljarða. Keisarinn Bjarni Ármanns, hann er að gera vel. Svo er hérna Sky Lagoon. Varstu búin að sjá það frétt kannski? Nei, ég er bara ekkert, er þetta allt bara svo veldufréttir? Já, bara svona úr ársendingunni. Já. Sky Lagoon, viltu gíska á hagnað Sky Lagoon? Ég ætla að segja 800 milljónir. Tæpur, 946 milljónir. Já, á svona 5 milljarða veltu. 5 milljarða veltu, tæplega, svona 5 milljarða, já. Hagnaðist 946 milljónir og hefur nú velt 10 milljörðum frá opnun og hagnaðist 1,3. Já. Og þú veist, þetta eru eiginlega bara 2 ekstra ár. Já, þetta er ótrúlegur árangur, sko. 3, tæplega 4 ár eða? Já. Hvað kostaði að byggja þetta? Ég man það ekki. Við kíktum aldrei yfir það. Hvað? Varst þú að hugsa um 2 hjarta?
Nei, ég að ruggla núna át af því að ég var held ég einhvern tíma búin að reynda fyrir vök og sjópu, ég bara eitthvað að ruggla. Það er mikill náttúrulega maður. Já, ég elska náttúrulegar. Belfíkall. Belfí, já. En þetta var alltaf svona. Hvað er það þegar þú ert með ryggsuguna heima höfður eitthvað að djöflast? Þetta var smá yfirferð yfir ásendinga sem eru volgir úr prentvélunum. Ég mun líklega verða með svona úttektir á og til í sumar. Ég sakna ásendingarna dálítið. Já. En ég sakna ekki vinnunar. Nei, reiðir eigandi Þessi mikli hálfviti Ég sakna ekki aðhaldsins og vinnunar þannig bæði. Nei, ég er sammála. Herðu, ég var nú svo spá í kannski að hleypa þér að svona í boði jafnvel hafsins. Ertu með hot or, nei hérna long or short? Já, það er long or short. Já, viltu það er reyndar sko, ég er að átta mig á því. Ég ætla að taka long steinbít. Steinbítsvertíðin er búin að vera alveg út allan júni. Ég er mjög hrifin af hörðum harðfisks steinbít. Já, ég er ekki það, ég glemdi þessu harðfiskdrasli sko, getur ekki rætt það við mig. Nei, en bara þú veist, fersku steinbítur í borðinu allan júni. Hann er góður á grillið. Góður á grillið, heldur sér vel og menn er að vinna með chimichurri. Hefur þú gert chimichurri? Ég hef heyrt það, örgulega 5 sinnum kom út í þínu munni, en nú man ég ekki. Chimichurri. Hvað er þetta? Þetta er frá Suður-Ameríku og þetta er iðulega með steik en fáralega gott með fiski líka. Þetta er sem sagt ólífólía, svo setur rauðlauk eða skerniður rauðlauk eða lauk, chili, mikið hvítlauк, kóríander og steinselja, salt og pipar og hérna, það er eitt sem ég er að gleyma og ég segja hvað það er. Það er rauðvinsedik. Já. Alltaf nóg að ediki eða sítrónu en þetta er geggjað með steinbít þannig að við erum mjög langir steinbítur en ég skrifaði hjá með long makrill. Við erum langir makrill í vikunni og því að við erum byrjað að veiða í íslensku lögsögunni sem að er sko, er það sögulegt? Nei, sko, hann hefur verið að færast hann erum að veiða hann meir upp í síldasmugu og bara einhvers staðar út í raskati en núna er hann í íslensku lögsögunni. Þetta eru fín gæði, en það sem skiptir mestu máli er bara að við erum alltaf að semja við helvítis fjallabana. Normenn og færingar eru óþólandi í að semja um þetta. Þannig að það við séum hann á að veiðan í lögsögunni segir, þetta er okkar fiskur. Hann siglir hér inn. Endar þetta ekki bara á stríði sem við munum tapa? Við normenn? Við höfum aldrei tapað stríð við normenn. Nei. Það er út í við höfum aldrei slegist við normenn. Við höfum bara aldrei farið í stríð. Þannig að hún getur faktað það. Herru, og ég er short, Framsókn og Sjallar. Það er bara, þetta er búið. Er það? Já. Ertu ósammála því, ja? Nei, bara, er þetta ekki bara... Þetta er long magrill, short, Framsókn og Sjallar. Þetta er bara... Er þetta ekki bara vívala miðflokkurur? Jú, það stefnir allt í það. Og bara aðri flokkar. Þetta er, ég er illa short hérna. Og nýja kannanir og allt, þetta er bara, þetta er ekki að gera sig. Ég veit ekki. Þetta er ekki að gera sig. Maður á eftir að gera upp huginn. Þannig að styttist nú fyrir að styttast bara í næstu kostingar, ekki næsta sumar? Jú, það má bara grilla þetta allt. Makríl, Framsókn, Sjalla, steinbít, chimichurri. Ég veit ekki einu sinni hvort að chimichurri getur örgulega bjarga makríl, grilluðu makríl. En það er ekki að fara að bjarga Framsókn og Sjöllum. Það er ólíklegt. Þó það sé gott, það er ómikið slæmt í gangi. Ég þakka þessa umfjöllun í boði hafsins. Kannski að koma inn á líka hérna Origo, Yngvi. Hvað eru við með á döfinni þar núna? Nýsköpun og öryggi. Ætlaði þú ekkert að hérna setja blúberinn inn á Facebook-grúpuna? Mér langar svo að klippa út í að Lóa er svo ánað með okkur að mér langar svo að hjartengja bara, heyrðu. Svona eru við. Ég á það inni hérna. Ok. Heyrðu, nei, í dag er að stafræðin vegferð og við þekkjum það. Þannig að við erum að leita sérstæðum lausnum fyrir þitt fyrirtæki, hvort það eru mína síður, skapandi vefsíður eða öflugar netverslanir. Þá fylgja þér allt frá greiningu að innleggingu. Og það er svo mikilvægt að vera með, þú veist, þess að sko sjáum allt ferlið. Eða bara, þú veist, það sem er eiginlega sko, það sem við erum að beina að er þeir sem eru með kerfi, stór viðskiptakerfi eins og Business Central, Salesforce, allt hvað þetta heitir. Það er mjög mikilvægt þarna að huga því að fara strax í samband við Origo og smíða í kringu þessa lausni, því að þau þekkja þetta allt. Og þetta er að sjálfsögðu ykkar stafræna vegferð. Hún hefst hjá Origo, nýsköpun og lausnir og svo þreytist ég ekki á því að tala um öryggismálin þessa dagana. Mér líður bara eins og það er bara verðt að huga því með að við hérna umfjöllun síðustu daga, síðustu vikur. Sko mögulega er það eitthvað hjá mér en ég bara hef ekki komist inn á MBL í allan dag sko. Þannig að ég hugsa bara alltaf, nú þarf einhver bara að fara að segja sign up your Origo right now. En hugið að þessu ykkar hugbúnaða málum sérstaklega með mínar síður. Það eru svo margir sem drulla á sig að ætla að fara einhverja einfalda lausn
gegnum Upwork. Já. Svo ertu að lokka þig inn, finna reikninga og eitthvað svona, þetta óþólandi. Gerið þetta bara almennilega, heyri Origo. Ég í þessu hugarangri þessa dagana. Nú, býtu hvað, búið til mína síður? Já, bara, þú veist. Fyrir OnlyFans dótið þetta? Það trust issue. Já. Sýtt, hvað ert bilaður maður. Nei, þú minnist á þessa mína síður, sko. Því að maður hefur heyrt að þú ferð í eitthvað svona, þú veist, ég ætla ekki að, þú veist, Fiverr eða Upwork eða eitthvað svona, þú ert að taka ákveðna áhættu, fyrsta lagi að þú munir ekki kunna á þetta og þá ertu kannski bara búin að eyða pening í eitthvað sem að, og svo það líka bara hvort það hreinlega virki, þannig að það mikilvægt að fagaðila. Þetta líka svo mikið sem að gleymist, býr til eitthvað mína síður, svo vantar fólki alltaf það sem mest basic, bara hvar get ég séð yfirliti yfir reikningana sem voru gefnir út. Supportið, hvar get ég bætt við notanda þau eru með þetta allt bara á lokk. Herru, þú varst með einhverja umfjöllun eða ekki? Sko, málið er þetta farða aðeins yfir þess að tóknun Við höfum tekið fyrir fjárfestingar í tequila. Herru, já, við höfum gert það. Það voru 4 flokkar. Been there, done that. Já, Reposado og svo framvegis. Bara hlustið á þetta. Sierra fékk engan hljómgurinn þar? Nei, Sierra er dautt fyrir okkur. Einhvern anskotan hef ég verið að skoða undanfarna daga því að eina sem ég sé þessa dagana eru vínvísitölur og þá aðallega í rauðvinni og út af því að við erum að taka þennan flokk hvað kallum við þetta aftur? Alternative investment, svona sérhæfðari fjárfestingar. Það er að segja fyrir þá sem hafa áhuga á einhverju öðru heldur en hlutabrjöfum, skuldabrjöfum, flippa skóm, fötum. Hvað varst þú með? Ég ætla að segja sko ritverkin. Má ekki gleyma þeim. Já, Guðbrandsbiblíurnar. Það er lítill markhópur en þetta er verðmætt, þetta er alveg eignir. Mikil verðmætti, en sko, þá má segja að þetta sé bara eignaflokkur sem er up and coming, hann er í vexti, en hann er ekki fyrir alla að dempa sér í. Worst case í þessu þó, má maður samt alltaf segja, ok, þú ert að kaupa einhverja rauðvínsflösku á 50 til 100 áskall og betta á hann hækki, þú drekkur hana bara ef allt fyrir á versta veg. Nema að sé verið að skemma þig. Þetta voru flegur hlustendur muni heyra þetta á næstu vikum. En sko, þetta er fáránlega góðu punktur. Já, en það má segja að þetta sé eignaflokkur sem springur út í kringum 1990. Aðeins þá er talað fjárfestingartímabilið ideal 7-10 ár. Þetta er þolinmæði. Já. Að lokinni þolinmæði kemur þolimótt fjármagn í þetta. Að lokinni þolinmæði kemur ég veit ekki. Peningabrjálæði eða volaði. Ok. Það hef ég alltaf sagt. Ég veit ég að tæpið hana. Að lokinni þolinmæði ég hugsaði þetta. Kemur peningabrjálæði eða volaði. Það er ekki það. Sko, segjum að þú farir finnir rauðvín, kaupir hvað svo. Það eru 2 opsjónar í þessu helst. Það er að setja víni beint í eiginlager sem er eiginlega algengast að mér skilst því að það sem ber eiginlega þennan markað uppi eru vínkaupmenn sem að kaupa mikinn lager og taka síðan frá og ætla eitthvað að betta á einhverja hækkanir og fleira eða það sem að heiti sem eru speculators, það er bonded storage warehouses, það eru semst í bara London, Amsterdam, Schiphol, bara öllum þessum helstu stórborgum í Evrópu þá eru svona vínvöruhús og það fyndna er að þeirra að segjum bara að flaskan er komin úr bara frá framleiðanda inn í svona hús þá er mjög algengt að hún hreyfist ekkert þótt hún sé að fara á milli kaupanda þannig að þú veist bara kaupendur eru bara að sýsla með hana og það eina sem er eiginlega að færast á milli er náttúrulega eignarétturinn tryggingarnar og geymslukostnaðurinn. Þetta er bara eins og ráfurumarkaður. Þú kaupir ekki olíutunnu. Þú veist, þú færð hann ekki senda. Svipa. Já, mér líður núna eins og ég sé svolítið heimskur að hafa reynt að útskýra hitt eins og það var eitthvað uník. Nei, þú veist þetta. Ég skrepp saman. En sko, galdurinn er að þetta eru bara frívörulagarar án tolla og virðisauka. Þannig að það eina sem að kikkar inn er kostnaður við geymslu og tryggingar að sjálfsögðu. Sko, það sem ég verið að lesa, þá talaðum að minimum investment til að byrja. Viltu giska? Hvað er svona fjárhæðin fyrir bara... Það er svona ideal fjárhæð, bara til að eiga. Auðlar eins og við? Ég veit ekki, sko, að þú veist, þetta getur farið inn í þetta með lítinn penning, sko. Já. Getur alveg keypt on perjón, flösku og á 100.000 eða eitthvað. Já, auðvitað, það er rétt. Þú getur alltaf að byrja á einni flösku. Já, en ég myndi halda svona, ef menn eru í þessu einhverju alvöru, þá eru að tala um 10+ milljónir, sko. Nei, þú ert ekki alveg, sko það er verið að tala um svona grunnstefin í þessu er að þetta sé frá 5.000 pundum þannig að þú ert að reyna að kaupa 6-12 flöskur, þú ert að reyna að taka
eitt kask eða bara svona bara ekki bretti, bara svona ösku? Já, einhverja, þannig svona kassi kassa, já. Það svona lagt upp með það og sért að reyna að taka eitt kassa og líka upp og ná einhverjum svona smá stærðarhagkvæmni út af því að það kostar að geyma þetta og fleira. Það bara hagkvæmni versus það að taka eina flösku á 100 áskall. Já. En þú veist, ef þú ætlar að vera einhver safnari, skilur þú veist, þá erum við að tala alveg, þú veist, einhverja milljónir, fjandinn hafið það. Já, en hérna bara svona fyrir þá sem eru kannski að reyna að betta meira. Að tala svona frá 5.000 pundum alveg að 20.000. Þá ertu bara svona, heyrðu, ok, þú getur bara keiftir hérna kannski 40-50 flöskur og þú ert að byrja þá að betta á eitthvað ákveðið sapp sem þá einhver rauðvin eftir ákveðnum svæðum eða kampaðin eða hvað maður væri. Sko, ég held ég væri djúpur í Vivino, en fyrir þá sem hafa áhuga þá er til síðan sem heitir Cellar Tracker, sem eiginlega bara svona price tracker fyrir vín. Þannig er fylgst með hvað mikið framleitt af því, hvað mikið eftir og svona alvöru vínperrar. Allt góða? Jú, ég var bara farin á Vivino. Já, Vivino, já. En sko, fyrir þá sem vilja dippa aðeins sneppanum, þá mátt þú kíkja hérna. Það er vínvísitala til í London sem heitir Live X Fine Wine 100 og nú förum við aðeins yfir í fjármálin. Hún hefur hækkað 270% á 20 árum. Ég verð að spyrja þig, hvað ertu með mörg vín inn á Vivino? Já, byrju, ég skal kíkja það smá, maður sjá. Ég er örugglega með lítið, ég er með 82 sko. Ég held að ég væri 82? Ég held að ég væri með meira og ég er búin að vera með þetta sko bara frá því, held ég, 2016 eða eitthvað. Ég er örugglega leiðilegasti vínómaður í heimi. 6 years ago. Ég er með 44. Já, þú. Ég er búin að reyta 10 og ég reyni mitt tricks í þessu er að ég segi reminds í öllum reviewunum mínum. Já, upp á að fá bara hérna. Það er bara svona mitt þema. Ég valdi með þema áður en ég fór inn í þetta. Ert þú ekki með neitt þema? Nei. Ok, þú getur á að lesa reviewum mín. Ég er bara með út allt. Mitt uppáhalds er frá Chile, heitir Koyam. Já. Bara koma því að. Sko, fyndna er svona, þetta er alltaf auglýst að þetta hafi outperformað S&P 100%. Já. 8% á þessu 20 ára tímabili. Þannig að alltaf svona verið að taka mjög langt time horizon. Já. Það sem að rauðvinni hefur hækkað umfram S&P en þó er bent á það ef að arðgreiðslur eru teknað með inn þá outperformaði S&P LiveX 60%. Þannig að öðrum kosti samt þá ætla ég að segja það, þetta er ekki beintans á rósum mann er bara að taka arðin með. Já, en vísitölunar eru náttúrulega bara vísitölur þannig að það eru nokkuð breið fylking hérna, þetta eru hvað 100 mismunandi vín og svona vínperrar eru kannski að veðja á færri og standa sér betur. Sko, fyrir þá sem eru að fara að byrja, það eru svona 4 stóðir, það er vintage, það er að segja þú veðir á árgang, eins og þú kallar stelpur módel, hvaða módel er þetta? Örgulega bara stelpur, Já, talar ekki alltaf hvaða módel er þetta? Ok, næsta. Og hér er verið að horfa í uppskeru og átöpun, aukviðurs. Númer 2, það er framleiðandi, Reputation. Þegar ég segi Domaine della Romain Conti. Hvað kemur upp í hausinn? Já. Ég veit það ekki. Chateau Mouton Rothschild. Já, Rothschild, við þekkjum það nú. Chateau Lafite Rothschild. Já, þekkjum það. Þetta eru svona þekktustu frá Burgundy og Bordeaux. Þannig að þú veist, menn er að veðja á framleiðendur. Hvað kostar svona flaska af þessu Rothschild hérna? Já, finnstu það? Skrifaði Chateau Mouton Rothschild. Svo er aldursþol, það er að segja sko perrarnir liggi því hvað tegunda þrúu, síru, tannin. Flest fjárfesta vín er að ná maturity á svona 10 árum eftir átöpun. Þannig að þú horfir á sko hvenær þessi tappað á og náttúrulega bara uppskeran eins og hún var það árið og svo erum við að horfa kannski 7-10 ár og bara svona hvert er þólið. Hagfræðilögumálið Scarcity. Ég get sagt þér að Chateau Mouton, sagði ekki að hitta það? Rothschild kostar 150 skall í ríkinu. Já, sér það. Þannig að þú gætir í rauninni byrjað að betta hérna heima með að kaupa eina svona, liggja á henni og kannski reyna að selja einhvert annað. Það með sýnist þú verið að tekin úr sölu hérna. Discontinued. Reynda að finna einhverja dýrar í ríkinu. Það er 750 millilitra unit á 150 skall. Og sko þessi fyrsta sem ég sagði, og ég er örugglega að fara að vittlust með framburð, Domaine della Romain Conti. Þetta er einn þekktasta og dýrasta dýrasti framleiðandinn í Burgundy, en framleiði bara 450 kassa árlega. Þóttu við vita að sé bara geðbilu eftirspurn, svona svipa á Rolex. Rolex, já, þetta er bara algjörlega þannig. Herru, ég get sagt þér að þetta er til í ríkinu og ég var að skoða einhvern gamlan hlekk. Hún er til á 160.000.
Já, þannig að hún sér það, hún er búin að hækka 10 skall frá því Chateau Mouton Rothschild. Þannig að frá því að þú fannst gamla hlekkin, hvað er það? Heldur það í takt við verðbólgu? 10 skall hækkun? Ég veit ekki hvenær það var dagsett en hérna þetta er Chateau, hvernig ber þetta fram? Chateau? Nei, Domine della Romana Conti. Nei, en svo sagður hérna Chateau Mouton. Já, Chateau Mouton Rothschild. Þetta Chateau Mouton virðist vera bara kongurinn hérna, sko. Já, er ríki bara með fullt af Chateau. Ég er nú bara aldrei spáð í þessu að ríki sem er verðflokka alltaf sé selt í almennum búðum svona dýraflöskur. Ég er ekki alveg klár á því, sko. Þú er nú víst til að grípa eina svona vera skiptum og þetta er bara múka. Færa miðan. Svona aðeins að loka með þetta. Þú getur keypt futures. Það er að segja að þá ertu að veðja á víni meðan það er ennþá í tunnunni. Það er þá aðlega framleiðendur að hetsa sig að þeir selja hluta framleiðslunni bara til þess að fá öruggan aur. Bara eins og við þekkjum líka með hráðurnar. Já, það sem er kannski svona lúmskast í þessu af því sem ég fannst er að ef þú ert að fara í gegnum uppboðin þá borga 25% premíu. 25? Já, kaupþóknun. Það er ógeðslega mikið. Þú þarft að betta á vænar hækkanir og til að síðan tekur inn í geymsluna og tryggingar. En þetta var nú bara eitthvað sem ég ætlaði að ræða við Sigur Sævar líka með með þessi uppboðshús, sko. Við þekkjum það er nú alveg frekar háar þóknanir á því. Já, hann segir okkur kannski meira frá því. Þannig að þetta var vínið. Til að fara aðeins í viskið, Sam & Red, það eru margar skemmtilega vísitölu þar. The Rare Whiskey Apex 1000, traka 1000 whisky bottles. Hér segir þeir séu með 416% síðan 15 árum. Rare Whiskey Icon 100, 391% síðan 10 ár. Þú veist, þeir passa sig að vera alltaf með mjög langt time horizon. Rare Whiskey Vintage 301%. Þetta með þessu geta þau stýrt hækkuninni. Já, býtu. Já, þú veist bara með því að vera með limited supply á þessu Já, sem gerir þetta að áhuga að vera megnaflokki. Allt sem er með limited supply. Ég meina það er það að segja um Bitcoin. Akkur segir við það ekki um whisky? Já, algjörlega. Það verður aldrei grafin fleiri whisky af þessari tegund heldur en þetta. Þetta verður bara 21 miljón whisky. Skilur hvað er að fara? Já, þú veist, þetta er svolítið þannig. Með 450 kassa á ári þá sýnist mér ekki ná upp í 21 miljónu einu sinni. Nei, sko, mér sýnist dýrasta whiskyflaska sem hefur selst var á uppboði 2018 Macallan 1926 og hún fór á $1 million. Ég ætlaði að spyrja Stefán. Já, ætlar að spyrja, skrifaði hjá þér, hvað ætlar að spyrja? Og ég mun gleyma því. Þú mun pottið gleyma því. Sko, ég fann flösku af Bowmore Black Bowmore. Þetta er 50 ára gömul flaska sem var keypt á $100 á 1993 og er í dag með þetta á $111,000. Já. Þannig að, og það eru mörg nýleg dæmi að þetta sé sá flokkur sem er að vaksa hraðast. Og þegar ég var einhvern tímann að spá þessum áskriftamálum og ég fylgdist mikið með Patreon, hraðast vaksandi kategórian inn á Patreon held ég 21 eða 22 fyrir utan comedians voru svona whisky tasters. Það er að segja bara gaurar sem voru bara að horfa á að smakka whisky. Já, og taka þátt því að þú veist, þá færðu þau sample glös og þú ert bara online með whisky perra svo er allir að smakka og svona kirsebær kemur. Ég vil það sniðut. Já. Ég held ég sé að fara með rétt mála að þetta var hraðast vaksandi eða stærsta kategórian ásamt comedians. Já, skemmtilegt. Það er algengara í tequilanu heldur mörg öðru eins og með og whisky að þau seljaði tunnuna. Og hver er kosturum við að kaupa tunnu fram með flösku, spurja margir sig. Þetta býður upp á möguleika þegar kemur að tappa þá er val. Það er að segja að þú getur blandað whiskyð á alla þá vegu sem þér dettur í hug. Þú getur sett á flösku bara eins og þér sýnist eða geymt það einfaldlega lengur sem er ekki, þegar þú komið með flöskuna þá er það bara eignin sem þú situr upp með. Þetta væri ekki því lengra því betra í þessu leik. Jú, og verðdæmi 53 gallóna amerískt whisky 53 gallón, hvað er það í lítrum? Þú mátt reikna það. Það eru $1,500 segir hér. 53 gallón? Já, þetta er nú eitthvað fáránlega ódýrt þetta dæmi. En þetta býr til 266 flöskur 200 lítrar? Já. Það býtir 266 flöskur svona cirka sem er bara $6 á flösku. Þannig að þú ert að kaupa tunnuna tekur á því að botla þessu sjálfur þá ertu komið 266 flöskur á $6 svo er að gera eitthvað uník þannig að þú fara að selja flöskuna á ég veit ekki, 50, 60, $100. Já, einmitt. Það myndi þú gera svona uník til þess að selja whisky?
Ég veit ekki, allir maður myndi ekki Tequila var með ormin Maður myndi kannski hendi einhverju bara íslensku Gunnarsmajónesi í þetta bara Majónesi? Eða ekki það? Nei, ég veit ekki Ég er að lesa hérna Þú myndi pottið dýfa orminum í hverja flösku Já, heyrðu, það var hérna botluð, hvað sem maður? Botluð? Já, bara sett á flösku Töppuð á flösku Árið 2022 vín frá 1940 sem var búið að vera eldast bara í tunnunni Já Við erum að tala um 82 eða stendur um 81 ár Og hvað er verðið á henni? Sold for $340,000 Já, ég sjá það Þú talaði um hvað, milljón og það ekki? Milljón 2018 í einhverju auksjóni Þá held ég að vera dýrast, getur það ekki verið það? Jó Sko, samkvæmt Vín og Vest þá er viski með 12-15% árlega ávöxtun Þannig að, sko, ég er alveg pínu efins með alla mínir heimildir hérna eins og vanlega Þannig ég leifi bara viskina að njóta vafans Blómin er alltaf betri í byðinu við hliðina og þú þekkir þetta Grassi alltaf græna hinum megin Já, blómin er alltaf betri í byðinu Frægustu viskihúsin í dag eru Macallan og svo eru 2 japansk sem að ef að menn alltaf taka eitthvað swing Eitthvað swing Það eru Japanundir Já, ég er algjör sökkar fyrir japansku vínum Við vitum það, það er bara öllu frá Asíu Já Yamasaki og Karu Izawa Þannig að við erum ekki oft með fyrirvara eða annað en ég held ég get ekki mælt með þessu Það er mjög algengt svik, unglega fjárfesta fyrir skjótan gróða Já, ertu að meina bara í þessum miðinaði? Já, eða þú veist, vitið allan hvað þau eru að gera þá eru að fara að stað ég held að það sé algjör líkil sko. Og sko það sem gerir þetta hipp og cool og eftirsóknarvert á tími eins og þessum því þetta er víst að aukast að bara plebbara svo við séum farnir að reyna að kaupa einhverja vínvísitölur og fleira er að lág ávöxtun á hlutabröfum og skuldabröfum Ítið er náttúrulega alltaf við það, ég ætla að græða meira hérna En hérna, já Þannig verða bólur oft til líka í alls konar Já, en kostirnir á móti eru náttúrulega, þetta er örugglega heldur gaman Já, ég ætla ekki að fara að segja annað en bara ég held að það sé algjör líkill að vera, þú veist, að þekkja markaðin Já Þú veist, ekki bara fara í þetta til að bara svona, ætla að prófa þetta Þú veist, nema þú sért bara það að moldar þú getur haft einhvern sérfræðing sem er að stýra þessu fyrir Þetta er nefnilega held ég svolítið hobby fyrir ríka, sko Já, algjörlega Geta lyft sér þetta að veðja einhverja vínflöskur sem að hafa, já, verðgildi þeirra tengist tungubræði hvers manns svona nánast, sko En það er skemmtilegt Eitt hérna lokum með kampæni, það verður mikið niðursveifla þar undanfarið og ég las að það væri kauptækifæri Hvernig voru það við þér í kampæninu? Hvað segirðu? Það væri kauptækifæri í kampæninu Við fáum kannski bara Stefán Einars til að koma svo að það Já, ég held að það sé best að bara hann svari því Já, en hérna fyrir þá sem vilja spá í þessu þetta er LIVX, L-I-V bandstrykk X og þar getið séð vísitölur fyrir Burgundyvín Champagne, kampavín, rauðvín, hvítvín verður segja Ég held að það hafi verið þarna Akkurat Sérstakt segment fyrir bara allan fjandann sko En galdurinn við þetta og allt sem tengistu vínum er viðskiptamannavaktin frá Creditinfo Það var ástæðan fyrir að tala um þetta Það skiptir svo miklu máli að vera með gott viðskiptatraust til að standa svona viðskiptum Þannig að Know your customer Já, þekktu kúnnan sérstaklega á tímum sem þessum það sem að geti verið að fara að hartna í ári það var ágætt eða með menni hérna greiðsludreifingu eða svona á ákveðnum greiðslu hvað segir maður þetta? Greiðslu ekki á greiðsludreifingu heldur svona Viðskiptakröfur, ertu að tala um Já, vakti kröfuna með Creditinfo Ég var að hugsa um greiðslutímabil já Ef það er farið að lengjast óeðlið því hjá einhverjum þá er allt í lagi að vera bara með Creditinfo þeir gera það náttúrulega sjálfvirkt fyrir þig þau trakka þetta, þau láta þig vita þau passa upp á og sért ekki að missa niður viðskiptakröfur Þannig ég myndi bara fara inn á creditinfo.is Já, líka bara með þessu einfalda tóli að know your customer bara þá ertu sjálfkrafa að auka velturhraða viðskiptakrafna Það er ekki þreytara heldur en að einhver er, þú veist, að teygja þann tíma sko Og það, veist hvað er besta tilfinning í heimi sem fjármálastjóri Það er að opna eina rauðvín eftir að Creditinfo sagði þér, heyrðu, þessi byrgi er örgulega í slæmum málum Þú skerða nú snörunni hættir að lána honum pening opnar hennar rétt, býður framkvæmdastjórunum minn eigendunum Sæðistrákar, ég var bara að bjarga okkur Þið heyrið það Creditinfo Auka velturhraða viðskiptakramna, veistu hvað hann er langur hjá okkur? Velturhraðin hjá okkur? Já, velturhraða viðskiptakramna Ertu með það? Nei, það er bara, ég sé það inn í peiti bara, þú veist, bara svona greiðslurhraði Já, hvað er hann? 9 dagar Aha, ég er nefnilega með negatívan sko Aha? Já Já Þannig að, hvernig? Ég held að ég sé með negatívan Nei Nei, hann er 2 dagar 2 dagar Getur ekki verið með negatívan, sko Ég borga stundum mönnum áður þegar þeir borga mér
Já, einmitt, væri þá pælingin sko. Herðu, ég með greiðslurhæðin á mér 2. Það er flott og ég aldrei sé þetta. Kreditinfo, herðu, sko, ég með fleiri fréttir, mikið verið rætt áfengi verslanir undanfarið. Þú hefur nú eflaust heyrt það. Þetta er mikið hjartans mál. Nei, ég get ekki sagt. Nú hyggst Hagkaup blanda sér auðvitað inn í netverslunarleikin eins og fram hefur komið. En nú virðist það vera staðfest að þeir eru að fara að selja sölu hefja sölu í ágúst. Átt að vera tilbúið fyrr en vegna sumarfría og fleira og svona, þá þurft að fresta þessu. Og ég held að sé óætt að segja að við pingjumenn fögnum þessu. Og ég fór aðeins að spá í þessu. Hvað þetta er sko brilljant hjáleið fram hjá lögunum að detta þetta í hug. Því að þegar lögin voru samin, það var ekki til internet. Nei, akkurat. Skilur, og það er ekkert sem kveður á það að þú meir ekki vera með netverslun í þessu. En það sem ég reyndar átta mikið alveg á, sem þú geti mögulega komið með og upplýst hlustendur líka, sko, þetta með að hafa lagerinn erlendis. Það er bara eitthvað kjaftaði. Já, en þú veist, það er aðal deilumálið. Nei, en það var bara einhver vitleysa þarna í spursmál. Því að Arnar sagði allavega það er hvergi getið eitthvað um lagerinn. Það hefur aldrei verið talað um lager. Þau eru náttúrulega með erlent félag, sko. Svo er eitthvað svona, já, ef þú heldur lager þá ertu í smásölu. Ég meina, hvað með alla sem eru með lagerinn hjá Gorilla? Já. Þú getur búið á Reyðarfirði og verið að selja túrtappa og Gorilla er með það á lagernum hjá sér. Já. Hvað ertu þá ekki í vefverslun eða með smásölu? Ég skal ekki segja. Þetta er bara sama með bjórin. Þú getur selt á netinu hvar sem er í heiminum og lagerinn ætti eiginlega bara að vera það sem er hagkvæmast að afhenda. Fólk ætti að sjá það fyrir sér. Þannig að þetta er bara vilsa. En núna er allan að Hagkaup komið inn og þar held ég sko að svona síðasta víið sé fallið sko í þessari baráttu þingmanna þetta, þú veist, þegar Hagkaup er komið inn á markaðinn. Mér langar að vera sammálaðir, en ástæðan fyrir ég short, sjallar og framsókn er að þau bara fattu þetta ekki. Í staðan fyrir bara hleypa sér gegn og standa með því sem er að gerast. Þau munu berjast gegn þessu. Þau eru að berjast gegn þessu. Já, er þetta stefna Sjálfstæðisflokksins? Ég held að væri einmitt öfugt. Heyrðu, ég held að segja það svolítið. Með vín í búðir. Ég er hérna reyndar ekki þekktu fyrir að vera góður í að leita í lögum eða skilja lög. En ég er hérna inn í áfengislögunum. Ég er hræðilegur með svona. Og ég fer í Control Find og skrifa lager. Það er ekkert að finna lager. En birgðahald. Birgðir. Lager hefur örgulega, það er náttúrulega erlent, það er tökuorð sko. Sko, þeir eru skylt að halda birgðabókhald. Sem er bara, held ég, líka fyrir tóbak og annað sko. Það er ekkert birgðir, en það er birgða og sölubókhald. Og svo er ákvæði til bráða birgða. Þannig að það er ekkert í lögunum lager og þetta er bara vitleysa. En ég er á móti þessu, því að það eru börn í búðunum sem að munu kannski ekki geta haldið vinnunni ef að bónus og fleiri ætla að fara að selja bjór. Mér finnst það allt í orðinu svona þyngstu rökin, bara störf og að börn get ekki unnið. Þú veist, hefur komið til Danmerkur og þú veist, bara til Spánar og tóbak allstaðar út í búð. Já, svo bara úlingar afgreiða mann í Hagkaup með nikótínpúða og já, og þá er þið líka bara hægt að tækla það. Heyrðu, nú það er bara rafræn skilríki á sjálfsafgreiðslukassanum eins og þeir úrst að sækja og fleira. Ég skil það ekki, þetta er bara, þetta er vitleysa. Ríkið á bara að setja reglugerðir og lög og allir er að geta fyllt þeim. Þau ekki vera standi í einkarekstri, hvað þá einogunarrekstri. Þannig að sko, varstu með eitthvað fleira með þetta? Nei, ég ætlaði bara svona, mér langaði að velta steinum aðeins með þetta, bara aðalega með hennar lager sko, því að þetta kom allir í spursmálum. Þá virtist þetta vera bara svona hann jarðaði hana bara, hann sagði það er bara ekkert lager í lögum. En hún vildi minna það sko, ég skil ekki, þetta mætast 2 lögfræðingar og þú veist, annar segir eitthvað og hinn annað. Já sko, hún talaði bara í hringi allt viðtalið, þannig að ég skal ekki segja. Nei. Herðu, Skaginn 3X eða Bader Skaginn 3X gjaldþrota. Og sko, þetta er gjaldþrotaskiptum núna á miðvikudaginn og hér eru talandum að missa vinnuna, hér eru 128 manns sem eru að missa vinnuna og þetta er samkvæmt honum Vilhjálmi Birgis hann segir þetta er enn eitt sorgadagurinn sem við erum að gangi gegnum og bætir við að þetta sé ígildi þess að 2400 mann á vinnustæður Reykjavík verði gjaldþrota. Þetta er enda svona
ég ætla ekki að segja skemmtilegt samhengi en áhugavert samhengi. Já, þetta mikið högg Já, og hann talar um að ástandi í atvinnumálum á Akranesi að þetta sé graf alvarlegt óbóðslega hremmingar í okkar atvinnumálum á liðnum árum. Fyrst running tide og svo þetta running tide en svo en það vissulega með kvótan og þetta það ekkert eftir á Skaganum. Nei. Það bara orðið Akranesi formlega ekki lengur kvótabær. Jú, það alveg ekki margir Ebbi, Heimar minn en hann talar að bærin hafi mist allar sínar aflaheimildir. Já. Hann segir þetta, ég held að sé að tala í stóra kerfinu sko. Já, mögulega, ég skal ekki segja en og hann skellir skuldin á stjórnvöld að hluta til. Já, SG, nei, hann að rugla SG líka í krókakerfinu. Já, hann með Ætla hann sé ekki að tala afla bara. Nei, Ebbi líka, þetta bara bull. Það ennþá kvóti á Akranesi. Fyrir eitthvað sem ekki vita, hátækni fyrirtækið Skaginn 3X eða Bater Skaginn 3X þróaði, væri réttast að segja, nýja lausnir í matvæleiðinaði með áherslu á sjávarútveg, sérhæfis í kæli- og vinnslutækni og framleiti, íslaus kælikerfi og fleira. En þetta er stóri iðnaður sem að detta þetta út. Þetta auðvitað sorglegt. Já, þetta líka bara, þetta ótrúlegt því að Bater ekki lítið fyrirtæki og ég held að séu 3 eða 4 ár síðan þeir kaupið þetta fyrirtæki sko. Já, nei, það var heldur 2020. Já, 2020. Þannig að þú sér það. Keypti fyrst 60% og svo 40%. Þannig að hann ekki Ingólfur sem að stofnaði þetta. Með Skagan. Já, hann hefur náð góðu exiti. Já, sko, upprunalega var hann heldur með Skagan, svo samanlegast það 3X, til var Skaginn 3X, Bater kaupið það. Þannig að þetta er skuggalegt, hvað þetta líka á ekki lengri tíma sko. Þetta eru rúmlega 3 eflingarígildi sem að fara út hér. Já, það ekki meira. Nei, 128 manns. Jú, 3, það dágott maður, helvítis. Talandi hóp uppsagnir, það líka í júní, það voru 96 sagt upp í hóp uppsögnum. Það gera 2,4 eflingarígildi. 2 áhafnir á Þorbirni í Grindavík og svo 57 flugmenn hjá Icelandair. En þetta náttúrulega sko, gott dæmi bara svona þessar árstíðabundnu ráðningar og uppsagnir. Já. Þú veist, því að þetta fólk fær alltaf á endanum starf aftur. Hvað ertu með market capið á Marel fyrir mig? Hvað það? Bater með 211 milljónir evra í market cap. Já. Hvað Marel? Bara svona til að sitja þetta í samhengi, því að þetta eru Frisk Processors. Sko, Marel, eins og hlutir standa núna, þá markaðsvirðið 364 jardar. Já. Það svona svipað. Það ekki 220 milljónir? 211 milljónir evra. Þetta bara svona, þetta sé mjög svipað. Já, maður sjá, fáum þetta bara í til að vera með þetta rétt. Nei, herðu, ég tók 1-0 af. Já. Bætti 0 við, sorry. Þannig að hvað loka niðurstaðan hjá þér í þessum reikningum við beinni? Þetta ekki, þú veist þá bara 35 milljarðar. Evra? Nei, íslenskar króna. Já, en hvað það í evrum, kallið minn? Sjá, ég skal bara reikna þetta fyrir með Google. Já, ertu að tala um Marel núna? Já, ég að tala um Marel. Já, ok, ég held að vera yfirfara hitt. 300 bara 364 milljarðar deilt með, hvað evran? 140 eitthvað? Já, þú sér það, þetta eru Hvernig gengur? Ég að lega þér að reikna, ég fór í hana. Nei, ég ekki að reikna. Ó, ok. Reikna hérna, 371,63 milljarðar isk. 364 milljarðar. Þetta svo 71. Delt með 149, eða ekki? Jú. Þetta eru 2,4 B. Evra? Já. 10 sinni stærra heldur en Bater? Já. Ok. Já. Ég búin að vera að reyna að segja það. Já. En Bater ég yfirfærið bara Bater yfir íslenskar á það. Já. Hvað var Bater á íslensku? Ég að fokk ég. Jesus. Nei, ég glemdi mér hérna, sko, út í að Google-arinn gefur mann alltaf. Baterinn upp í dag. Já. Og þessu greinlega fagnað. Já, hann 0,70% upp. Já. Og þeir að treyta á price to earnings 75. Það doldið hátt, það bara svipað Nvidia. Ég ætla ekki að shorta Framsókn og Sjalla, ég ætla að shorta Bater. Ég hef aldrei upp stóru shorti, sko.
En herru, þetta auðvitað leiðilegar fréttir af Skaganum og sömuleiðis Þetta allt verkfræðingar dýrlokast, dýróknast, þetta fólk sem verður fljótt á þessu vinnu en ég sammála fellow-verkfræðingar hundleiðilegt þetta gerist, sérstaklega í svona byggðalögum, það sem hefur verið lagt í það að halda þessu á staðnum sko. Herru, ég verð að koma einnig frétta að viðskiptaráð Íslands var skila núna úttekt á dögunum og sneri að þessum efnahagslegu áhrifum af öllum þingmálum sem voru samþykkt á nýafstöðnum þingvetri. Samtals 63 þingmál ríkisstjórnarinnar samþykkt sem hafðu áhrif á efnahagslífið. Að mati viðskiptaráðs voru samanlögð áhrif þeirra lítillega jákvæð. En það hún Áslaug Arna, háskólaiðnaðar og nýsköpunarráðherra, góð vinkona Pingjunar auðvitað sem að ber þarna höfuð og herðar yfir aðra ráðherra þegar kemur á þessum efnahagslega ávinning. Það voru 7 mál þingfest úr ráðuneyti hennar sem hafðu öll jákvæð áhrif á svona efnahagslega áhrif samkvæmt viðskiptaráði. Þannig að þetta er gríðarlega flott og það fylgir náttúrulega sjálfsögðu sögunni að svo það með vinstri græn svo segja núna. Öll ráðuneyti sem að ráðherrar úr þeirra röðum stýrðu fá mínustig í úttektinni. Þannig að allt sem að vinstri græn hafa snert hefur komið út í mínus samkvæmt úttekt viðskiptaráðs. en framsókn og Sjallar svona heilt yfir. Já, þú veist Sjallar voru bara nokkuð ofalega í þessu. Erum við fann að longa aftur Sjallar? Ég var að segja, Áslaug Arna var bar höfuð og herðar var á undan ég held að ég ætla að fara ennþá neðar í könnunum áður en þau fara upp sko. Það þarf eitthvað að fara að breytast. Já, ég sammála. En svo það stærsta málið í þessu viðskiptaráð telur að það mál sem að jákvæðustu efnahagslegu áhrifin í vetur heimild til sölu og eftirstandandi hlutur ríkisins í Íslandsbanka og það verður spennandi að fylgjast með fíaskóinu sem að verða í kringu það. Það bara... og ég bara ekki viss að ég enn að fylgjast með því. Ég byrjar að poppa. Þetta verður eitthvað en já, þetta eru stórfréttir og við bara óskum Áslaugu Arnu innilega til hamingju með þetta. Mjög vel að þessu komin, hún er bara harddugleg, maður tekið eftir því. Já, háskólamálin og núna fæðingarorlofið og hvernig það er að fara upp í 900 kall. Já, 800 fór... Þetta hefði mátt verið afturvirt 4 ár aftur í tíman, þannig að maður hefði fengið aðeins meiri auður út úr þessu. Afturvirt 4 ár. Já, bara til að geta sanngirnis. Það þú sjáu það hvergi, sko. Nei, bara frá þessum tug. Já, kannski næstu kjarasamningum. Það eitthvað afturvirt 4 ár aftur í tíman. Herru, ég vil koma að Teygja að sjálfsögðu. Það eru náttúrulega það sem við kallum greiðslulausn á heimsmælikvarða. Og málið með áhættustýringu, Yngvi, hún er rosalega mikilvæg hjá fyrirtækjum og þegar þú bara með eitt fast gjald þá þarf ekki að vera með áhættustýringu í þessu lið. Nei, þú veist nákvæmlega hvað er að fara að gerast. Nákvæmt hlutfall. Þannig að það er bara eitt fast gjald hjá Teygja. Farði viðskipti þar, posakerfið, knáa. Ég var líka að tala við Happy Teygjamann. Hann var ánægðast með uppgjör næsta virkadag. Hann talaði það, hann skiptir hann máli. Hann fækir eitt daginn eftir. Það er alveg algengt að sé eitthvað, já, fækir eitt fyrsta. En þetta skiptir málidag, sérstaklega. Það er bara ekkert svo langt síðan held ég að þetta hafi verið bara 2 vikur eða eitthvað. Já, bara galið. Eða næsti mánuður. Ég vil ekki fullera, en Teygja greiða þannig að þetta er allavega næsta virkadag. Og annað sem skiptir máli með þetta og til einhver segir, já, ég nenni ekki að skipta fyrir þetta miðað við hvað eru háir vextir á veltureiknum hjá þér þá er þetta bara að fara að telja kannski tugum, jafnvel milljónum á ársgrundvelli að fá peningin inn strax og hafa vext á honum frekar heldur en að láta einhvern greiðslupésa þetta er nefnilega tippa mínu skapi sko. Ég bara vil þakka fyrir þetta. Þetta er mjög góður punktur. Þetta er experti. Þetta fyrir fyrirtæki sem er að velta 100 milljóna þá er þetta mikilvægt að fá peningin sem fyrst tímaverið peninga, við þekkjum það nú. Já, ég meina ímyndað er sko þetta er svona eins og Ísland fyrir litasjónvarp núna að hugsa til þess að Teygja eða þú veist að þeir borgaði næsta virkadag og einhvern tíma var þetta á 2 vikur og þú veist það er ennþá fyrirtæki stödd í því umhverfi að fá ekki greitt næsta dag. Bara tjekkið á Teygja, guðan á bænum. Ég held við gerum engum hlustandi að það að lausreikna aftur í þessum þætti. Skulum ekki banna litasjónvarpið. Sagður að bater væri en nei, alvegni og það er endur annað sem þarf að hafa í þetta með þetta að það þarf að pikka í bankan að fá að hækka hjá sér
þóknun vexti á innvextina. Það nefnilega þannig, hvað meinar? ef þú ert með veltureikning hjá bankanum, útvextirnir, þeir hækka bara samkvæmt verðskrá, en maður þarf að biðja þá að hækka innlánsvextina. Er það í alvörunni þannig? Já, ég tek reglulega og sendi á... Þetta vissi ég ekki. Já, nema ég sé bara í raungum banka, en ég hef alltaf þurft að íta eftir mínum hækkunum í innvöxtum. En ég meina, við getum borið saman, við erum báðir í sama banka, tökum hérna test. Það? Erum við báðir í sama banka? Já. En samt, áður en að ég kem inn á það, að þá er ég með aðra frétt og sko, hér sjáum við með Keresis, það var að hækka verðmatið. Nú liggur fyrir endalegt verðmat á veltufjármunum fyrirtækisins á kaupdegi. Hérna erum við 2 reikninga, annar á 4,95 og hinn á 7,30. 4,95, 7,30 vaxtarsbrotið vantilega eða svona einhver... 7,30. Já, er það ekki það? Jú, svo erum við annan hérna. Já, fyrir þau. Og nýstofnaður. Nú er ég að kíkja á þetta. Svo ætla ég að fara í eitthvað annað. Það er það. Ég er með á veltureikning hjá mér 2,5, þá hækkar þetta automatist. Nei, hvernig getur þú verið með 2,5 og ég er með 4,9? Ertu með 4,9 á veltureikning? Já. What? Þú verður bara að tala. Svo fer ég á annan reikning hjá mér, þá er ég með 2,5. Ég er að segja það, þú þarft að íta á eftir bankanum að hækka innlánsvextina þér. Þetta er bara sparnaður fyrir alla. Þetta er bara lögsókn, sko. Nei, þú ert ekki að fara lögsókn. Þú kærir þetta bara. Hvað meinarðu? Þú er bara... Þetta ber þeim skylda til að hækka þetta automatist. Af hverju? Af hverju? Bara eðlileg þjónustöðu viðskiptavinni, þau gera þetta á útvexti. Já, eða þú veist, útvextin er að hækka á en ekki innvextinni. En sko, nei, núna er ég inn á síðunni. Það er talað um 2,5%. Já, það? Á veltureikning. Já. En af hverju ætti þú að vera með... Þú er bara ekki greinlega í svona góðum banka með 4,9. Við erum í sama banka, sko. Þá veit ég ekki hvað er að gerast hérna. Ég sendi bara post Ég getur þetta að senda post, byrju, af hverju hann að fá hærri vext en ég? Já, þú verður bara að testa þetta. En allavega, þess að segja, uppgjör næsta virkadag, tegja þið ekki þetta. Ég vildi koma inn á Keresis hérna áður en við slaufum þessu. Ég rætta með fleiri fréttir. Við hefum eitt loka þátt eftir. Loka þátt? Það er eitt loka þáttur eftir. Já, taktu hann bara. Já, kennitalan. Síðustu viku, ég og Auðun skrifum þetta kaupsamning. Fyrirtæki mánaðar á side projekti og erum þar alveg búin að selja. Að virðingu við seljendur. Það er ekki búið að náns þetta, þannig ég ætla ekki að skupa því. En mér langar að segja, ferli var svona. Við póstuðum í fyrirtæki til sölu í mars. Byggum til kynningu, tókum saman verð, tech stack og hérna bara svona helstu upplýsingar. Og ég nenni ekki að pósta inn á Facebook og þurfa að senda 80 manns e-mail. Nei, takk. Eins og það er, ef þú ferð á hérna, Facebook-kópin. Þannig ég gerði þannig að fólk gæti bara skrá sig og þá fekk þetta sendt sjálfkrafa. Vandamálið var að þegar ég fór að taka follow-up síðan, þetta fór á 10 manns, 8 eða 7 svöruðu ekki. Bara leita á upplýsingum. Já, bara leita á upplýsingum. 2 sögðu, var bara að tjekka. En svo var það einn sem var kaupandinn, sem bara fór í gegnum allt ferli með okkur og keypti. Þannig að munurinn á því að fara bara í gegnum Facebook og fara á kennitalan.is er sá, þarna getur þú bara sett upp sjálfkrafa. Kaupendur sem þá vettaðir í gegnum okkur inn á síðunni, þeir sækja þessar upplýsingar og það er allan að legit kaupendur því að fólk er að brenna sig á því. Þetta er fólk sem er að vera að senda að greiða fyrir þetta. Já, og það er fólk að senda frá sér upplýsingar um veltu, viðskiptavini, vöruflokka og annað til sko keppinauta án þess að vita af því. Jóns út í bæ. Já, og það er einmitt annað að hérna, við erum núna að fara að bjóða upp á að þú getur farið fram á NDA, þannig að þú veist, ef þú ert að senda frá þér upplýsingar þá hérna, verður skrifað undir NDA, þannig að bara svona trúnaðar yfirlýsingum og þú sért ekki að fara að gera neitt með þær upplýsingar. En svona, þetta er bara munurinn. Ég lærði af allri slæmi reynslu, þótt þetta hafi heppnast að selja, að því að fara í gegnum Facebook versus að fara inn á kennitalan.is. Að því sögðu, söluhliðin er að vaksa. Hvað ég komið 4 eða 5 ný í þessari viku. Það er alltaf gerast á söluhliðinni. Og vandamálið er kannski, þetta er ekki eins og að selja og nota hjól, þar sem þú tekur mynd og situr á netið. Þú þarft að vanda lýsingra. Vinnubjörnar byrjar að henda út. Við viljum hvetja fólk til að vanda einmitt. Já, og geri þetta vel. Ég meina, fólk er að fara að kaupa eitthvað fyrir milljónir. Þá viltu að sé vel uppsett og vel uppgert. En við fengum inn geggjað dæmi sem til sölu núna. Þetta er samblat af tímariti og markastorki fyrir ferðamenn.
búið að vera í gangi frá árinu 2012 og ég held að sé að 2023 þá ákveðu gæinn sem búin að vera með í 12 ár kannski komið tími til að fara að monetæsa þetta situr upp, þannig hann er með svona affiliate-tekjur af sölu á ferðum algjörlega brilliant model og alltaf þegar maður er með marketplace þá talaðum hérna gross marketplace value volume já, þess að helda tekjur í gegnum tala um GMF já, GMF, þannig að þetta velti 105 milljónum árið 2023 bókunarþóknun af 5% er því rétt rúmlega 5 milljónir króna en tekjuaukning á fyrir helmingi þess ás er 20% þannig að þetta er bara í geggjum vöxti en hér er mikið sóknarfæri mikil sóknartækifæri og ég veit af áhuga hjá ferðarþjónustu fyrirtækjum fyrir þessu því að annað fyrir SEO hérna plebbana þetta er efni Ísland frá 2012 þetta er alfræð orðabók Ísland, ferðarþjónustu lendingasíður og svo er þetta að byrja að selja ferðir annað fyrir þá sem eru svona þetta er gagnabanki líka sem á þekkinga á endursölu og öðru að þá er hægt, myndi ég segja að fara inn í bókun og reyna semjum að gerast endursöluaðali og fara upp í 20% því fylgir aðeins meiri vinna en ég meina, hugsa það næst til út í umferð á leiðin í vinnuna fastur í klukkutíma hefði ekki bara verið fínt að kaupa minn eigin rekstur og vera heima núna það verið að vera að byggja þetta upp frá grunni en ef þú ert að hlusta í umferð á leiðinni 9-5 bara góða skemmtun vonandi var þetta fínt þáttur nei, en þú veist, ég minna að það er margt vitlausara það er þetta sækja vel hér sérstaklega með herri þóknun og þetta er bara einn af þessum gullmólum sem er að detta inn þannig að það er hægt að kaupa þetta sem EHF eða bara vefsæðið og lénið út þannig að bara kíkja á þetta kennitalan.is skráðu ykkur og hugsið ykkur tvísvar að hann farið að senda eitthvað á Facebook já, í guðanabæn ég brendi mig á því hugsið ykkur líka þú brendiði á Snapchat á sínum tíma hugsið ykkur tvísvar að þið farið að stofna fyrirtæki líka ég brendi mig á Facebook, þú brendiði á Snappinu varst ekki alltaf að senda nei, ég var ekki að því tit pics guð mig góður, herri, kæru hlustendur ég held að þetta sé bara að komið gott í dag við verðum eins og Yngvi sagði í byrjun þáttar verðum náttúrulega vant við látnir að allavega næstu 3 vikurnar með þessa venjulegu föstudagskaffi þætti þannig að við erum að fá til okkar vissulega frábæra gesti og það ætti enginn að missa því þannig að ef að hlusturinn dettur niður þá komum við heim til ykkar það er ekki bra jú, hlusturinn er að aukast sko en ef hún dettur niður núna þá komum við heim til ykkar og þetta var svolítið svona eins og þú sagðir gamlar brettur er að detta á pingjuvegnin nei, það sagði ég ekki en kæru hlustendur, við skulum bara heyrast aftur í næstu viku, föstudaginn, stöndum vaktina, takk fyrir